Hæ, Guðrún hér og velkomin í þáttinn til mín. Gestur minn í dag er hann Sigurður Hólmar Jóhannesson sem rekur verslunina Betri dagar og líka reyndar Mobility en við ætlum að spjalla nýtt bætefni. Já, Velkomin í þáttinn. takk hérlega. Alltaf gaman að spjalla við þig, Guðrún Ja, mín. maður verður að halda fyrir að fræða fólk um það sem að er nýtt og spennandi og getur skipt máli fyrir okkur, sérstaklega Algjörlega. þegar að snýra heilsunni, sko. Já, einmitt. Sko, það sem mér langaði að ræða um í dag er Medox, Já, sem að er sem sagt þetta hérna. og ég er líka með, ég er búin að vera Já, að prófa, þannig að ég, akkurat. Við erum bæði búin að vera núna að taka svolítið kúri í þessu til þess að kanna virknina, en sem sagt Medox er framleitt, þetta er í rauninni framleitt úr bláberjum og sólberjum og þetta er fyrirtæki sem er danskt, nei fyrirgefið norskt og þeir eru búin að framleiða þetta síðan árið 2000 og þetta er bara eitt af vinsælasta bætiefni í Noregi og það var nú svo skemmtilegt að það kom einmitt maður sem að í verslunina til okkar og hann var að dásama þetta efni af því að hann og öll fjölskyldan hans sem bjó í Noregi eru búin að vera að nota þetta í mjög mörg ár og hann talar um að þetta til dæmis hafi hjá sér allavega bætt sjónina og bara svona heilsuna yfir höfuð en þetta er eitt af mest rannsakaða efni af öllum bætiefnum sem að ég hef allavega svona verið að skoða og ég er búin að skoða þessi mörg já, mér langar aðeins að skjóta inn í, sko, að þetta já, eru bláber og sólber. já, Það eru svona pólifenol í þessum berjum já, sem eru mjög öflug fyrir líkamann og við borðum svo lítið af svona bláum mat. já, akkurat. Mér langar að sýna líka ég setti sko eitt hylki Vá, í vatn og þið sjáu bara hvað þetta er konsentrita. Þetta er bara dökk, þetta er rauðblátt einhvern veginn, sko. ótrúlega magna. Þetta er bara eins og berjasaltin var í gamla daga. Já, einmitt, og þetta er bara eitt hylki, sko. Já, En það sem að, já, það er, við týnum ekki ná mikið að berjum. nei, ég reyni nú alltaf að tína beri í ágúst, sko, Já, og setja þetta upp í mig bara um leið, sko, já, já, helst ef ég geta. En ég ætla að segja með rannsókninar að því að þetta er það eru yfir 50 klíniskar rannsóknir á þessu efni og það hefur verið sýnt fram á bætingu í varandi blóðflæði, vöðvamassa, sjón, ónæmiskerfi og líka getur þetta jafnað út kólesteról. Og þannig að það er ýmislegt sem að þessi andóksunarefni geta gert fyrir okkur, sko. já, ég náttúrulega var spennt að sjá, sko, að það væri gott fyrir blóðflæðið Já, af því að æðarnar mínar hafa alltaf verið frekar grannar. já, Ég man að ég fór einhvern tímann í blóðtöku, ekkert, kannski fyrir 1 eða 2 árum síðan bara til að svona fara í almenna blóðpröfu. já, Þá er náttúrulega eins og alltaf, þá er alltaf verið erfitt að finna æðar til þess að taka blóð úr, þannig að það eru bara einhverja sérstaklega flinkar sem hitta í fyrsta umgangi og þá sagði hún við mig, sko, hjúkrunarfræðingurinn og hún sagði, sko, það er betra að þetta er ekki gott ef það eru svona grannar af því að þær frekar þrengjast með aldrinum. já, Svo nú er ég bara að, já, að þannig að þú ert treysta að þér. gleypa þetta í þig Já, hverju degi. já, og ég, sko, það segir hérna á pakkanum 1 til 2 á dag Já, og ég er búin að vera að taka 2 núna, þennan pakka 2, það þýðir ég er búin að taka á 15 dögum, já, 30 hylki sem er í pakkanum og ég finn ekki eins mikið, að því ég sit náttúrulega of mikið, ef hægt er að segja það, því ég sit við að skrifa eiginlega alla daga og þannig að þó ég stend upp og gera æfingar og eitthvað svona á milli, þá er oft verið svona þyngsl sem koma í fótleggina og núna með þessu, það er bara allt önnur líðan. já. Þannig ég Það finn, er bara ótrúlegt á 15 dögum, sko. já, ég En finn, venjulega tekur þetta nú lengri tíma að finna mun. ég verð komið með svo víðara að vera, það er Það orðið verður vandamál. hættulegt. Já, það er orðið hættulegt. En segð mér Já, aðeins hvað, þú veist, fyrir augun, við erum náttúrulega líka öll að
passa upp á sjónina eins og mikið og við mögulega getum þó við sitjum Já, hérna já, bæði með gleraugu já, að já, þá hérna, kannski verðum við hægt að nota gleraugun eins mikið þegar að líður eitthvað frá og erum búin að taka akkurat. þetta inn en hérna þessar rannsóknir sem hafa verið gerðar hvað kemur helst út úr þeim? Sko, það er bara þetta sem ég, sko, það er náttúrulega búið að gera yfir 50 rannsóknir en bætingarnar sem rannsóknir hafa sýnt sem að eru þá veruleg bæting á lífsgæðum það er sem sagt í þessum flokkum sem að varandi blóðflæði, vöðvamassa, sjónina, ónæmiskerfi og kólesteról. Þar sýnir varan greinilega lífsgæða breytingu, sko. Já, Þannig að þú veist, það er búið að rannsaka við fleiri vandamálum en þá náttúrulega, sko, hefur það ekki verið að sýna jafnmikla bætingu. Þannig að þarna allavega í þessum tilfellum er efnið virkilega að virka, sko. þannig er sterkasti árangurinn sko. Já, Og akkurat. einmitt þessi bláu efni sem eru í bláberjum og sólberjum Já, að það er svo opbáslega eflandi fyrir ónæmiskerfið. já, já, akkurat. Hafa alveg ótrúlega mikinn hérna, árangur. Ég mitt hugsaði með mér þegar þú sagðir framleitt í Danmörku, ég sagði norsararnir væri nú ekki ánægð með það því að norski fáninn er á pakkanum. Okay. En hérna, en þetta er sko, það er líka, það er í rauninni eins og hérna, ég var að segja á þann, ráðilegt 1 til 2 á dag. Eh, ég tók ákvörðun að hérna, taka 2 bara til þess að sjá fljótt hvaða árangur það myndi hafa. En Já. 1 er nóg. Ein er nóg, já. Það er í rauninni gert ráð fyrir að þetta sé mánaðarskammtur í pakkanum. Já, Þá sértu í rauninni að taka hérna 1 á dag. já. Svo sé ég að þetta er vegan fyrir þá sem er að hafa Já, ákvörðun já. á því. Það er náttúrulega ekki kjöt í bláberjum. Nei, og ég held að sé alveg hilki sem verður að tala um, sko, að það sé Já, vegan. ég skil. Já, Já. Það er stundum notað samt hilki sem er ekki vegan en þetta eru vegan hilki. já, Þannig að, jú, en þetta er bara einhver vara sem við erum ótrúlega spennt fyrir að kynna og í rauninni sko ótrúlegt að einhver fyrirtæki geti bara verið að framleiða og selja eina vöru í öll þessi ár og 26 ár. 26 ár og þeir selja þetta rosalega mikið til Asíu. Og það var endar svolítið fyndið sko þegar maðurinn kemur hérna inn í búðunni, ég hef aldrei heyrt þetta efni, ég hef nokkur sem verið í Noregi samt og hérna svo fer ég eitthvað sko að kanna málið og skoða þessa síðu og eitthvað og sendi þeim hérna svona fyrirspurn og svo talaði við bróður minn sem býr í Noregi og þá segir hann, jú, ég kannast alveg vel við þetta, vinur minn á þetta. Þannig að vinur hans stofnaði og á þetta fyrirtæki. Þannig að það er lítill þessi heimur. Heldur betur lítill, sko. Þannig að Heldur það var nú betur. ekki mikið vandamál að fá umboð fyrir þetta á Íslandi. Nei, þetta er hérna, þetta er svona vara augnabliksins allavega. Já, Við allavega, erum já. náttúrulega alltaf að tala svona viðtæka, þetta leysir ekki öll vandamál okkar, þetta er einn af þeim Nei. þáttum sem getur styrkt við það. Akkurat, þetta er Og- rauninni bara styrking og bæting á svona almenni líðan Já, og náttúrulega þeir sem eru að kljást við svona seinni árum kannski kólesteról vandamál og náttúrulega sjón, eðlilega, og ónæmiskerfi er náttúrulega eitthvað sem við þurfum alltaf að vera að hugsa um, sko. já, Þannig að þetta tikkar í rosalega mörg box. já, ég er alveg samanlegaður í því og mjög spennt að sjá hver áframhaldandi þróunin verður hjá mér í að hérna prófa þetta. Já, ég er mjög spenntur að fylgjast með því. Já, þetta var að því koma það, að kíkja ég því hef að fá- verið með sérstaklega hérna, þetta hann blóðrásar vandamál og fæ mjög oft kaldar fætur og hendur þegar líður á daginn. Já, Þannig að fyrir mig ég hef svo góða mælistiku, já. ég segja sko. Ég sé í Noregi er rosalega mikið af íþróttafólki að nota þessa vöru. Já, Og það er hérna svona þessar svona persónulegu sögur sem þeir eru að nota eru rosalega mikið íþróttafólk. Þannig að það er líka áhugavert. já, þannig það er ekki bara svona maðurinn á götunni heldur einhver sem Nei, já, Getur- bara
allir, skilur en Já, já, þetta er greinilega eitthvað sem íþróttafólk hefur sérstakann áhuga já. Það er náttúrulega alltaf gott merki því að þau eru alltaf að leita eftir öllu því sem getur styrkt líka með þeirra sem mest og best. á. Akkúrat. Þannig að það er hérna, það er svolítið merkilegt sko, að því að hér áður fyrir það náttúrulega borðuðu við svona ber. Já, já. Þá þurftu við ekki hylkin. Nei, nei, við náttúrulega, já. Við höfum náttúrulega berin hérna á Íslandi bara svo takmarkaðan tímar á árinu, þannig að, Já, já. Og það hefur dregið mjög úr því sko til dæmis eins og að amma mín gerði alltaf saft já, og mamma gerði saft og ég einmitt, gerði saft. já, En við vorum ekki endilega, ég gerði saftina mjög mikið til þess ég ætti sko hérna að berja saft út á Rísalamandbúðinginu jólin. já, einmitt. Þannig að það var mest borðað hérna, í kringu það. En Já, einn frænka mín, hún sko, hún hérna ólst upp hjá ömmu og hún, það var alltaf eitt staup af saft á eftir lýsinu á morgnana. já, ok. Já, Það er áhuga. þannig tók hún það sko og Já, ég gerði á sínum tíma, ég hef ekki gert það núna upp á síðkasti, þá gerði ég alltaf hrásaft já. og þannig hún var aldrei soðin, hún var bara sigtuð Mhm, og hérna ég pressaði sem sagt berin og svona og hratið og svo lét ég hana liggja með sykri í sólarring já. og svo sigtaði ég hana og sett á flöskur og hún var æðislega góð. Það Ég er trúi ekki því. það milli mála og það Já, er svolítið merkilegt í sambandi við þetta sko að vaninn verður svo sterkur já, að hérna margir hafa tekið vanan frá sko Danmörku að setja svona sólberja nei já, hvað já. er það, hérna svona rauða Já, rifsberja, nei það já, er ekki það, það hvað er heitir einhver það? Nei. Já, ég veit hvað átt við. já það er allavega rauðlitu saft Það út er af eða rauðleitur. sósa Já, já, og hérna og svo komum við og okkar fjölskylda alveg á skáinn í þetta, nei alltaf berjasaft. já, einmitt. Svo lengi vel gerði ég alltaf berjasaft sjálf fyrir jólum, svo ég alltaf bara keypt hana á síðar árum því það eru aðilar sem að tína ber hérna og gera mjög góða saft. En eldri sonur minn býr í Bandaríkjanum og Já, hann fann leið til þess að búa til svona saft ok. með því að taka hérna bláber Já, og hérna, man ekki hvort þau voru frosin eða hvort þau voru fersk og hérna og sem sagt hakka þau og láta liggja með sykri og svo sykta því já, að já. það náttúrulega var ekki hægt að vera með rísalamanda og blábærasaft. En bara hefðin er svo sterk, sko. Við þurfum að hafa þetta alltaf eins. Já, Það er bara gaman að því. já, það er mjög gaman að því sko. En ertu með eitthvað nýtt annað sem þú ert að hérna, hjá betri dögum sem að þú ert að hérna, koma inn núna? Um, ekki býttu nú við, jú, við vorum að koma inn núna með vöru sem að fyrir þá sem er svona berjast við aukakílóin, sko, Já, sem að já, hvað heitir hún? Það er góð spurning. Hún var bara detta inn núna, við erum að fara að setja hana inn á síðuna, sko. já, hún er ekki eins og komin inn á síðunni hjá okkur. Nei, hún heitir Thermo Weight Control Já, og hérna, það er það rautt chili þykni sem er notaði það, þetta er sem sagt á að svona auka brennslu. já, Ég er ekki, þú veist, auðvitað náttúrulega komin reynsla á þessa vöru og hún fær rosalega góða dóma og þess vegna tókum við hann inn en okkur finnst svo gaman að fá persónulega reynslu já, þannig sjálfsögðu. sem Já, já, þannig að hún er ekki komin að því að þetta er svo nýtt, sko. já, Þannig að hérna, þetta getur verið eitthvað spennandi. Þannig að já. ég sjálfur byrjar að taka þetta bara til þess að mann veitir ekki að brenna meira. Nei, það er En náttúrulega hægir á brennslunni hjá okkur eftir því sem við verðum eldri, sko. Þannig að það er það eiginlega er bara bara þannig. eðlilegur Já, partur af þessu. já, En rautt chili, þetta er náttúrulega býr til að auka hita í líkamannum. já, akkurat. Þú þekktir nú kannski að hitta Ég veit kannski að hita alltaf. Þetta er sko rautt, þetta heitir Capsifen sem er engalegu svari rautt chili þykni sem hefur verið klínískt rannsakað fyrir að örva hitamyndun og getur líkamanns til þess að brenna fitu sem orku. Þannig að þetta meikar alveg sens.
Já, og þetta er mjög spennandi. já, Þetta er virkilega spennandi. já, En við þurfum að kanna hver einslaðin verður af þessu eða hvort ég er að prófa þetta og sjá hvort það mér já, hittni. alltaf hvað þetta hitningja er svo Já, þegar æðarnar er að þykna og svo já, færðu svona smá rautt chili og þá já. verður bara alltaf En sko rauð í bara, kinnum sko. já, en ávöxturinn hann náttúrulega bara hittar sjálf, einn og sér sjálfur sko, þannig Já, að já, þetta er náttúrulega, já, þetta er spennandi og þetta er náttúrulega sjálfsögðu, sko, náttúrulega afurð, já, ekki akkurat, svona klínist alls útbúið ekki. Við viljum efni náttúrulega helst nota bara náttúrulega afurðir sko. já, já, þannig að þess vegna finnst mér metóksið alveg magnað Já, það er og það. ég á örugglega eftir að, eins og ég segja, halda áfram að nota það í langan tíma Algjörlega. þangað til ég verð orðið þannig að hérna sko þær spretta fram að þarna, þær nefnilega líka liggja frekar djúpt. Já, hann er líka. Já, 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 þær er alltaf í feluleik sko. Já, Þannig að hérna þá umbreyti ég alveg þessari mynd sem ég hef haft af því að segja alltaf, já, ég er með svo grannar æðar eða það er svo erfitt að taka blóð úr mér eða eitthvað þess að það, svo það verður spennandi sko. já, Alveg aðeinslega. Og svo hérna, við spjöllum saman þegar það fer að koma einhver niðurstaða úr rauða chiliinu. rauða chiliinu. Já, Já, kapsikum. akkurat. Hefur takk aðeinslega fyrir Sömuleiðis. að koma í þáttinn til mín í dag og takk líka fyrir að styðja það sem ég er að gera hérna. Já, það er bara mín ánægja. Takk. Takk.